velkomin í Unglega spjallið. Þetta nýr þáttur hérna í okkur á samstöðinni þar sem við erum nokkur saman úr mismunandi unglega hreyfingum og erum að spjalla málefni líðandi stundar og fá til okkar gesti af svona eldri kynslóðinni, fólk sem hefur verið í embættum eða hefur reynslu af ýmsum störfum og reynum að búa til smá brú hérna á milli kynslóða og fjallum hlutina frá ólíkum sjónarmiðum. Með okkur í dag eru meðstjórnendur mínir hérna, það Jósúa Gabriel frá Unglega hreyfingu VG í námi í sálfræði, velkomin, hæ. Takk fyrir. Og Þorvarður Bergmann Kjartansson, hann í ASI Ung og hérna á vegum verkalýðshreyfingarinnar, gott input, og Elísabet Guðrúnar og Davíðsdóttir. Jónsdóttir, fyrirgeðu, já. Og þú ert í Ungum Pírötum og varaborgarfulltrúi Pírata. Já. Velkomin. Við tókum saman 4 málefni sem við vildum ræða og ætlum að svolítið sjá hvar við erum sammála, hvar við erum kannski ósammála og við ætlum að byrja svolítið að tala orðræðina sem búin að vera í kringum útlendinga. Sjálfstæðisflokkurinn og fleiri eru búin að vera að hamra á því að mikið magn útlendinga og innflytjenda og flótta fólks sé að valda því að kerfin okkar séu bara hnigna, að álagið séu mikið frá þeim. Er eitthvað til í þessu hjá þeim? Ég meina, kerfin okkar vissulega eru að hnigna. Ég held að þetta sé nú bara leið til þeim til þess að benda einhvert annað og segja þetta er ástæðan fyrir að kerfin okkar er að hnigna en ekki við. Og þau allan frá mér séð bera algjörlega ábyrgð á því að kerfin standi svona illa og þetta er ekki í fyrsta skipti sem að valdhafar reyna að beina ábyrgðin einhvert annað og ekki það er bara eins og þessi verið að reyna að skapa þessa stemningu, verið að rampa upp útlendingaandúðina og benda á eitthvað sökudólg, setja ábyrgðina frá sig sjálfum. Já, þetta er alveg típist dæmi sem við séð annars staðar í Norðurlöndum. Þetta er mjög líkt það sem gerist í Svíþjóð og er komin mjög sterk hérna. Svíþjóð-demokrata voru mjög sterkir í síðustu kosningum með sama orðræði og það er sama í Finnlandi þótt að Finnland er ekki með sama vandamál og Svíþjóð. Maður sér þetta líka í Danmörku þótt að það er búin að koma aðeins framsjá þessu. En þetta er bara vandamál sem er í öllum Norðurlöndunum og líka í öllum heiminum núna. Það er búið að taka við mjög hörð hægri stjórn í Finnlandi núna. Já. Og þessi Svíþjóðar demokratar einmitt að mælast alveg ógnalega stórt og í meirihluta samstarfi núna. Já. Það sem hræðir mig mest við þetta er að koma frá Sjálfstæðisflokknum sem er nú þegar í stjórn. Ég hélt alltaf einhvern veginn að, þegar á umflýjanlega kannski myndi þetta gerast hérna, að þá væri þetta miðflokkurinn eða einhver nýr flokkur sem myndi taka þessa stefnu og þeir hafa aldrei orðinni sérstaklega vinsælir hérna. En það er hræðilegt að sjá bara flokksforystu Sjálfstæðisflokksins bara taka þennan pól í hæðina. Það hefur vanalega verið látið eins og til dæmis Jón Gunnarsson, einhvern svona einn gæja taka þetta að sér og láta okkur öll halda, þegar hann fer þá verður það allt í lagi. Þetta er svona kannski pínur svona óheppilegt svona pólitískt séð eða svona þegar maður lítur yfir pólitíkina að venjulega þá hefur maður alltaf fundist eins og þetta séu svona jaðarflokkar sem koma með þetta og kannski ná vinsældum og kannski ekki og það er svolítið öðruvísi maður hefur ekki tekið eftir þessu annar staðar að það væri svona stóri eins og stærsti flokkurinn samkvæmt kosningu sem að væri að fara svona nota þennan málstað til að byggja sig upp. Þetta væri svolítið öðruvísi raunveruleiki en það sem maður hefur séð annar staðar ef að því kæmi bara í kosningum á næstunni. En eins og sé verið að reyna að taka þetta út af jaðrinum og koma sinna á miðun og Bjarni Ben sagði daginn að Guðrún nýja dómsmálaráðherra og Sjálfstæðisflokkurinn muni halda áfram stefnu Jóns. Þannig þau eru svona alveg vísvitandi að reyna að ýta þessu inn og ýta þessu að. Þetta er alveg mjög merkilegt finnst mér að hvað þetta er audacious hjá þeim, eða bara svona ósvífið finnst mér að þau eru við stjórn, hafa verið við stjórn í langan tíma en þau eru samt svona að reyna að kenna flóttafólki og innflytjendum. Að make meira sens fyrir jaðarinn að vera að reyna að segja eitthvað svona, þetta að reyna að fá eitthvað politískt credibility og þá bendur á eitthvað sem að geti stuðað fólk og náða ykkur upp en þú ert núna með núverandi valdhafa sem hafa líka verið viðvöld bara áratugum skiptir eiginlega, nánast án pásu og samt reyna að segja þetta. Haldið þið að þau muni komast upp með þetta? Ég komast ekki alltaf upp með þetta. En ég vona náttúrulega ekki. Ég myndi með að sumir finnst þetta að fara aðeins og langt.
En við hræðslu áráður virkar eiginlega alltaf á mjög marga. Þetta virðist vera eins og þetta útlendingun og það vandamál í þessu kerfi tengd útlendingum en það bara ekki þeim að kenna en það mjög lett að kenna þeim samt. Ég held í alvörunni að það sé líklegra að þetta virki hjá þeim heldur en að þetta hafi rauninni virkað hjá jaðarflokkum í öðrum löndum nálægt okkur sem þetta hefur virkað í þannig að ég held að við stöndum frammi fyrir bara mikil ógn núna af þessu. Hvernig getum við sportna gegn þessu? Hvað þurfum við að gera til þess að þetta virki ekki hjá þeim? Man hefur séð í sumum Norðurlöndum eða sumum löndum þegar svona kemur upp þá fara allir flokkanir í vörn á móti þessu. En þetta náttúrulega ekki sama staða eins og við erum að tala þá þetta sjálfstæðisflokkurinn bara stærsti flokkur Íslands. Þannig þetta oft þegar þessi flokkar fara í stjórn þá missaði mjög mikið fylgjur það gera ekki það sem ég segja, þeir eru oft mjög populistir en það náttúrulega ekki, það bara ekki sama hérna, þetta mjög flókið, þetta einhvað sem við þurfum að taka saman núna og læra af því og mögulega önnurlönd eða við í framtíðinu getum notað hvernig það gekk, hvernig við ræðumst við þetta í framtíðinu. Já, eins og var það ekki í Svíþjóð þar sem að þegar Svíþjóðardemókratarnir komist fyrstir á þing þá voru einhvern veginn allir hinir flokkarnir sem tóku sig saman í því að við ætlum ekki að starfa með þeim svona allir nema kannski einn eða eitthvað, ég er ekki alveg viss með þetta en núna ef að þetta yrði eitthvað svona stórt mál hjá sjálfstæðisflokknum þá eru nú þegar búin að gangi gegnum það að það kannski litið pínu illa á það að vera að segja við ætlum ekki að vinna með sjálfstæðisflokknum það hefur nú þegar verið gert áður við flokk sem stærsti flokkurinn og og það bara einhvern veginn svona eins og það fengi á sig slæmt orð eins og núna samfylkingin, þeir vilja ekki segja það því að þeir ákveða að það sé ekki pólitískt snjallt að gera það og ég nokkuð vissum að bara svona það tól sé bara svona ekki til staðar. Ég verður að segja mér að vera heigulsáttur að segja að þú vil ekki lýsa því yfir að maður vil ekki vinna með sjálfstæðisflokknum, ég ætla bara að lýsa því hér með yfir. Ég er sammála því, en svo velt maður fyrir sig líka eins og þegar Trump kom í Bandaríkjunum og var einmitt með í fyrstu ræðinu þar sem hann að tilkynna framboðið sitt þá segir hann að innflytjendur frá Mexíkó, þetta eru nauðgarar, þetta eru glæpamenn, þeir eru að koma með dóp og demókratarnir mikið svöruð þessum og fjölmiðlarnir með því að segja að þú ert rasisti og þú þetta og þú hitt og svona ítaði með öllum út einhvern veginn, eins Hillary Clinton sagði sem var eitt frægt kjósundur Trump sagði þetta að veri a basket of deplorables. Mjög grunnar við ættum ekki gera þetta og við ættum að halda málunum á því sem skiptir máli sem eru velferðarkerfin, efnaðurinn okkar, að fólk hafi það gott, að fókusa á það, hamra á því hvar ábyrgðin liggur, ekki leyfa þeim að komast upp með að fara með umræðina eitthvað allt annað, af því annars eigum við þetta á hættu á því að það náist að skipta okkur í svona hvelfingar þar sem að þú ert með stóra hluta almennings sem hafa það slæmt upplifa efnahagslega ástandið en eru komin í lið. Eitt sem hefur verið vandamál í Bandaríkjunum í bandarískri umræðu einmitt að kjósendur Trump þeir hafa verið í rauninni kannski svona demokratar og svona einhverjir liberals, þú veist, þeir orðræðan í rauninni þeirra megin frá bara að niðurlega gera lítið úr og kalla kjósendur Trumps bara heimska eða þú veist og þetta verður svona rosa mentasnopslegt og einhvern veginn, ég veit ekki, dýfkar í rauninni bara kjána á milli og gerir ekkert til þess að í rauninni adressa vandamálin sem þetta fólk að upplifa sem að verða til þess að þau fara að styðja Trump. Því miður, þannig hefur þetta verið í Bandaríkjunum. Það virkaði ekki neitt. Og maður sé líka alveg oft svona vísi að þessu að kalla kjósendur einhverja flokka bara heimska eða þú veist, eða eitthvað svona, þetta verður eitthvað svona Reykjavík versus landsbyggðin dæmi, þú veist, ég veit það ekki, og gera eitthvað svona grínaði, þú veist, hvað kjósendur eru minna menntaðir en aðrir og eitthvað, sem ég held að sé bara umræðinni ekki til framdráttar. Nei, ég held ekki heldur. Ég held líka mikilvægt, ef við horfum líka aftur til Norðurlöndin með Svíþjóðardemókrata til dæmis, þeir fengu náttúrulega mjög mikið fylgi en við getum ekkert verið að kenna þeir sem kjósa þetta. Þetta náttúrulega flokkur sem með populist sem bara segir
hluti sem eru vinsælir og reyna að segja svona, þetta er útlendingum að kenna. Það er meira flokkinum og fólkinu sem er að segja þetta að kenna frekar en fólkinu sem eru að kjósa því. Þetta er líka bara vandamál með sænskan vin sem að útskýra þetta fyrir mér einhvern tímann þegar þetta var að gerast þarna 2000 og ég man það ekki fyrst að sósíaldemókratarnir og þeir sem voru búin að vera þarna við stjórnmál rosalega lengi eru bara búin að missa tengslin algjörlega við verkalýðin, við fólkið í landinu og fólkið upplýður rosalega mikið að fólk væri ekki að tala mannamál. Þau væri bara þarna einhvers staðar upp í einhverjum háum turni þetta væri bara einhver svona menntaelita sem að hefði engin tengsl við fólki í rauninni og svo kemur allt í einu þarna eitthvað fólk sem að tala mannamál og þau upplifa að sé verið að tala til þeirra í fyrsta skipti í rosalega langan tíma. Og þetta er alveg ríkalegt eins og í Bandaríkjunum því að þú ert með eitthvað svona hægri populista eins og Trump sem er kannski ekki að meina mikið með því sem hann segir en hann er að segja að þetta er allt spilt og fólk er svona, já, þetta er allt spilt, þú veist, við hvað þetta tala en svo er allir fjölmiðlanir, þú veist, í eigustór fyrirtækja eru að ganga erinda sérhagsmuna og fara í þetta, þú veist, rasistar, en demokratanir, hinir sem eru að bjóða á móti Trump, fólk veit og finnur og hefur upplifað aftur og aftur að það er ekkert að marka þetta lið. Þú veist, þannig að eina sem virðist vera eitthvað viti er gæinn Trump að segja við þig að hann gat hringt í alla mótframbjóðendur sína og beðið þá greiða því hann lagði inn á þá $200. Þannig að þetta hlýtur að vera, það þarf einhvern veginn að finna eitthvað alternativ sem fólk getur treyst á. Það er svo stór partur af þessu er einhvern veginn það að maður eins og þeir gerðu í Bandaríkjunum, þeir eru farin að tala basket of deplorables og farin að grúpa fólki svona í mismunandi hópa. Þar með náttúrulega í Bandaríkjunum er það tvískipt að þú ert farin að segja að helmingur þjóðarinnar sé deplorable sem er ekki hægt að ná til og þá myndu aldrei ná til þeirra. Við ætlum aðeins að tala samfélagsmiðlana í kringum þetta. Elisabeth, þú varst að pæla í ykkur hvernig... Já, ég var bara að velta fyrir mér bara stöðu lýðræðisins hreinlega núna á gerfinhandaöld þegar að bara svona hræðslu áróðurs herferðir eins og sjálfstæðisflokkurinn virðist vera að byrja núna gegn innflytjendum eru alveg rosalega svona, hvað segir maður, lúmskar, þú veist, það verða svona til svona kannuhólur á netinu þar sem algoritminn sýnir eitthvað sem þú bregst við og jafnvel sogast inn í bara eitthvað svona áróðurs pipeline í rauninni. Ég man bara, ég held þegar ég var yngri að bara frjálst aðgengi af upplýsingum væri bara að fara að bjarga okkur öllum og bara fólk væri almennt forvitið, gagnrýnið og hugsaði rökrétt og þegar það fengi nýjar réttar upplýsingar þá skiptið það skoðun og bara þetta væri bara snillt. Ég hafði rangt fyrir mér. Ég hafði mjög rangt fyrir mér. Ég hafði ekki tekið inn í myndina bara upplýsingaóreiði. Nú, ég veit ekki, við erum að framleiða meira af upplýsingum bara á hverjum degi núna heldur en ég veit ekki, bara alla miðaldir eða eitthvað og þú veist það fyrir að vera mikilvægur einmitt að einhvern veginn fá réttar upplýsingar og að kunna greina þarna á milli ég veit ekki hvort ég muni eftir þarna í kringum forsetakosningarnar í Bandaríkjunum 2016 þarna Cambridge Analytica dótið þar sem að búið að vera að safna upplýsingum okkur og sína okkur auglýsingar eftir því hvað var líklegast til þess að í rauninni námanni og einhverja kenningar að þetta hefur í rauninni orðið til þess að Brexit átt sér stað og svo er maður svolítið lítið heyrt nákvæmlega þetta svona síðan einhvern veginn þá en ég hef einhvern veginn grunum að þetta hafi bara hreinlega versnað ef eitthvað. Það var það ekki ykkur svona mikil upplýsing, það var kannski mætti kalla þetta risa gaslýsing sem var frekar. Cambridge Analytica þeir eru að kaupa gögn frá samfélagsmiðlunum og svo eru pólitíkusar sem eru í frambóði að kaupa þau gögn til þess að geta targetað auglýsingum að kjósendum, að mismunandi kjósendum. Já, þetta er hrikaleg staða hvernig samfélagsmiðlunir hafa þróast. Ég held að það hafi bara orðið svona uppgjöf gagnvart þessu, bara hvað getum við gert? Tæknirisarnir eru orðin svo rosalega stórir og valdamiklir. Maður hefur séð að allavega Evrópusambandið er búið að vera eitthvað að reyna að fara í einhvern smáslag, þú veist, búið að koma í gegn að allavega Evrópa búið að eigi sínur upplýsingar sjálfur og eitthvað en þetta lítur ekki vel út einhvern veginn.
hver væri mögulega lausn á þessu? Hvað er til að það? Það var bara svona upplýsingaöflurinni sjálfri. Og miðluninni, samfélagsmiðlunum. Ég meina hugmynd, sko, hún er svolítið brjáluð. En samt mér finnst hún ekkert brjáluð, sko, mér finnst þú veist, það er ekki hægt að þjóðvæða Facebook, skilur það er ekki hægt að ein þjóð geta ekki þjóðvætt Facebook að því leitinu til að Facebook er út allan heiminn, en kannski getur Sameinuðu þjóðirnar komið og allavega sett á eitthvað konar reglugerðir sem að myndi, þú veist, krefjast þess af samfélagsmiðlunum að þeir gera ekki þetta, gera ekki hitt, en geri þetta og geri hitt og helst bara hafa þetta óhagnaðardrifið. Ég er svo svona að þetta heimsvæða samfélagsmiðluna kannski. Ég er svo sammálaður. Ég held að vandamálið er bara rót vandans er að business modelið sem er að þetta er allt fjármagnað með auglýsingum og í rauninni er athyglisgáfan okkar, hún er það sem er verið að borga fyrir og sem verður til þess að samfélagsmiðlar eru allir byggðir upp á þann hátt að það er verið að reyna að láta þið sjá eins margar auglýsingar og hægt er. Og þetta drífur alla vefhönnunina og allt saman sem að verður til þess að algoritmar eru hannaði þannig að þetta er gert ávanabindandi. Þú ert líklega til þess að sjá efni sem veldur einhvers konar uppnámi og alls konar svoleiðis. Ég held bara að vandamálið þarna eru auglýsingar. Og ég ímynda mér stundum hvernig það væri ef að samfélagsmiðlar væru einmitt byggður upp til þess að vera samfélagsmiðlar en ekki til þess að blóðmjólka bara, þú veist, síðustu drópanlega athygli sem við höfum út úr okkur einhvern veginn. Auglýsingatekjur. Já. Ég einhvern veginn sé ekki fyrir mér að félagsmiðlar allavega svona eins og maður þekki það sé fyrirbæri sem er hægt að bjarga. Ég sko til dæmis að stundum tala það, þú veist, að tækni er ekki góð nýja slæm, hún er hlutlaus og fer bara til hvernig notar það. En það er ekki satt. Af því að eins og ef við tökum Facebook sem dæmi, Facebook er hannað til þess að reyna að fá þau til að gera ákveðna hluti. Þannig að Facebook er ekki hlutlaust. Facebook er eins og hringurinn í Lord of the Rings, hann vill að þú gerir ákveðna hluti. Þannig að er það og þú veist, Facebook hefur fyrir nokkrum árum þá þú veist komst það upp að Facebook hafi verið að gera rannsókn á notendum sínum hvort að þeir gætu haft áhrif á það, hvort að þeir væru hamingjusamari eða minna hamingjusamir og sem þeir komist að því að þeir vissulega gátu með því að hafa stjórn á hvaða upplýsingar og hvaða póstur og fékkst þá gátu þeir látið því að líða mjög illa ef þeir vildu og þarna einmitt opnaði svo umræða þess bara máttu þeir þetta og við erum komin á þann stað í svona mannkynssögunni að samfélagsmiðlarnir eru orðið þetta svona opna torg þar sem að fólk hittist og spjallar og deilir hugmyndum en það er einhver þriðji aðili sem að stjórnar því hvað fer þar fram og það er ósýnilegt fyrir þér ef að Facebook vill ekki að ákveðnar umræður eigi sér stað, hann getur leyft þér að posta því en sé til þess að enginn sér það og þú veist ekki hvort að það er greinilega enginn sammála eða það er enginn að sjá þetta og síðan ofan á það þá held ég bara samfélagsmiðlar er svakalega léleg aðferð til þess að eiga samskipti af því að við sem fólk við eigum samskipti ekki bara með orðunum sem við notum heldur það er rómurinn það er áherslan á hvaða orð það er líkamstjáning og allt þetta blandað saman en á félagsmiðlum þá er þetta bara komið í setningu og og þau eru kannist öll við það að einhver heldur að þú sért að vera leiðinlegur þegar þú varst að reyna að búa til einhverja sátt af því að þeir túlka þetta sem nöldur eða eitthvað þannig eða kaldhæðni eða whatever og það er bara því að það er ekki hægt að tjá þessa hluti almennilega og það er náttúrulega bara fólk túlkar hluti sem þú segir út frá því hvað skapið það er þessa stundina og það verða átök og það er engin leið til að koma í veg fyrir þetta.
Nei, þetta verður alltaf smá erfitt örugglega, en maður samt ímynda sér að það væri klárlega hægt að hanna þetta einhvern veginn betur þegar þú ert ekki með gróðarsjónarmið svona mikið í huga og þú ert ekki með þetta heldur í huga að þú sett að halda athyglinni hjá fólki eins lengi og mögulega þú getur frekar hannað út frá einhverjum öðrum forsendum. Já, forsendurnar væru til dæmis bara skilvirk upplýsingamiðlun, bara eitthvað fleira, þú veist, að í rauninni hvað sem annað heldur einmitt reyna að halda þér eins lengi og hægt að inni og koma þér í uppnám. Það væri hægt að halda þessar umræði lengi áfram, þetta mjög mikilvægt náttúrulega, en það lítur ekki vel út núna, tæknirisarnir eru svo sterkir og það ekki, maður sér ekki alveg fyrir sér að Sameinuðu þjóðirnar hafi einhvern veginn getuna í að einhvern veginn koma inn á þetta eins og Það væri mjög róttækt skref að láta Sameinuðu þjóðirnar svona halda utan eitthvað svona batteri. Ég held að það væri frábært, ég vildi við varum á þeim stað. En hvalveiðar, við ætlum að tala þær aðeins líka og þær voru bannar í sumar á Svandísi Svavars. Eru þið ánægð með það? Ég ánægð með það, allavega. Já, ég líka, ég mjög sáttur með þetta. Betri seint en aldrei. Í rauninni, sko, jú, ég mjög sáttur við þetta, en sko, núna eru sumir að gera mjög mikið mál úr þessu að þetta sé út fyrir meðalhóf og allt þannig, en ég veit ekki, eins og ég skildi þetta, þá bara þeir fengu leyfi til þess að vera með þennan rekstur, en forsenda leyfisins hlýtur að vera að þú að fylgja lögum og síðan komist við að því að það er ógjörningur að reka þennan rekstur og á sama tíma fylgt lögum, þá finnst mér ekkert óviðeigandi að þá þú veist, kippt batterín úr sambandi að því að það er ekki hægt að reka þetta fylgjandi lögum. Einmitt, þetta nokkuð borðleggjandi en þetta er óefnileg tímasetning, svona degi fyrir vertíð. Alltaf kemur sér illa fyrir fólk sem hafi kannski sé fyrir sér að vinna í sumar við þetta, sko. En já, þessi fagráðshópur og vegum Matvælastofnunar kemst að þeirri niðurstöðu að þetta bara stenst ekki lög velferð dýra. Já, þetta er afsakað á því að það er enginn að reyna að pynta dýri, við erum að reyna okkar besta í að drepa það í fyrsta skoti, en það hefur held ég öngum öðrum tilfellum þótt viðeigandi afsökun að segja já ég braut þessi lög en ég var klárlega að reyna að gera það ekki. Nei, þú kemst ekki alveg upp með það. Ef aðferðin er það léleg að þú þarft að reyna og það mistekst mjög oft, þá er hún ekki nógu góð til þess að standa þessi lög, myndi ég segja. En ég menna með fólkið sem var að treysta á þessa vinnu, burtsér frá því hvað mér finnst persónulega um það að vera að vinna í hval, þá þætti mér ekkert óviðeigandi ef að ríkið er til dæmis bótaskyldi eitthvað að það myndi renna skilur til þeirra sem í rauninni mistu vinnuna eða urðu fyrir einhverju fjárhagstjóni á þessu. En ég held að þessi ákvörðun hafa alltaf verið rétt. Mætti kannski sagt að Hval HF fyrir að einmitt vera að brjóta þessu lög? Ég veit ekki, ég segi svona, kannski. Maður hefði haldið. Þeir greinilega vissu alveg að þeir væru ítrekað að brjóta lög og það væri bara það sem þeir þyrftu að gera til þess að halda þessu áfram. Ég held að þau séu að spila sér núna rosa mikið þannig að þeim sé rosalega um réttindi verkafólksins sín sem fyndi í ljósi þess að ef ég man rétt þá hefur Hvalur verið sektaður áður fyrir að banna verkafólkinu að ganga í eitthvað tiltekið stéttarfélag. Hvað var svo til því? Hvalveiðar féllu niður 2012, þá var sjómannafélagi að reyna að fá betri kjör og Kristján Loftsson tók það ekki í mál. Það voru nokkri þúsund kallar held ég á mann sem hann vildi ekki gefa eftir, þannig að það var ekki farið það sumar. Ef að fá inn Birgittu Jónsdóttir og taka smá hljóð og fá hann inn. Já. Komum aftur þetta smá. Velkomin aftur, Birgitta Jónsdóttir situr hérna hjá okkur. Hæ Birgitta, takk fyrir að koma. Mín var ánægðan. Hvað finnst þér bannið á hvalveiðunum? Yes, ég er alveg ógeðslega ánægð með hann á Svandísi og ég raun að veru ótrúlegt hvað frekikallin hefur komist upp með að frekjast til þess að drepa þessar stórkostlu dýr. Þegar ég var 15 ára þá var ég á Núpi Dýrafirði og ég hlustaði mikið á pönkljónsveitina Krass og það var svona svart box með fullt af plötum og í bæklingnum sem fylgdi með það var svona tillögur að stofna einhver svona aktivistafélag
og ég og Jónsi, nú Jóngnar og það fleiri okkur langa að stofna Greenpeace á Íslandi eitthvað, eða þú veist, gangi Greenpeace og berjast ekki hvalveiðum. Þannig að það eru svolítið langt síðan að maður hafði mjög svona djúpstæða löngun til þess að beita sér fyrir því að þessu verði hægt. Þú voru löng barátta, loksins eitthvað kannski að gerast. Já, og bara mjög ánægilegt hvað eru margir, mikið ungu fólki að svona berjast í þessu núna. Það hefur alltaf komið svona bylgjum og loksins virðist vera einhver árangur að því að nota öll ólíku kerfin. Þú veist að nota ekki bara að reyna að ýta á ráðherra, þú veist að nota sem sagt lögin og finna leiðir til þess að nota öll lýðræðislegu kerfin okkar til að halda einhverjum ábyrgum sem að búin að komast upp með að brjóta lögin eða brjóta alþjóðleg lög með því að nota allir hvalveiðar í vísindaskyn og allt það bull, þú veist, við vitum að bull og fyrir utan að hvalveiðar hafa aldrei verið hluti okkar menningu. Þetta er innflutt menning. Þegar ég bjó á Nýja-Sjálandi og bjó í bæ sem heitir Rössel og þar þetta var fyrsta höfuðborgin þeirra og þar voru bara hvalveiðamenn og hórur og svona, þú veist, það var svona upphafið af, en það er engin hvalveiði menning á Nýja-Sjálandi, myndi engin Mári segja við krefjumst þess að fá að drepa hvali. Þannig að þú veist eins og þetta sé eitthvað svona frumbyggjaréttur lífsviðuværi sem þú verður alveg að hafa eins og ég meina fólki fannst alltaf ég meina fólki fannst hvalkjöt við borðum ekki hvalkjöt. Ég meina ég man að pabbi kom stundum með hvalkjöt heim og mamma var, þú veist, alveg heilt kvöld að berja það til þess að, þú veist, æðarna voru svona stórar og eitthvað, þetta var alveg ókíslegt og þú veist, þannig að þetta er ekkert svona lost æti, til dæmis, þetta er notað í hundamat í Japan. Þú veist, þannig við erum að pynta dýrin og síðan semst, það verður ekki verið hagnaðar á þessu, ég skil ekki, þú veist, mér er fyrir mann að skilja þetta ferli, þetta er svo skringilegt. Er það ekki bara Japan sem kaupir þetta okkur? Jú, og þetta fyrir hundamat. Skilst að einmitt vinsældir hvalkjöts í Japans hafa bara hrunið og jafnvel að japanska ríki sé eitthvað að reyna að koma þessu svona inn aftur. Ég man ekki alveg hvað ég heyrði daginn að planið væri að reyna að koma sinni í skólamötunetti og einhverja sjálfsala til þess að fólk myndi kaupa þetta. Já, þetta er einmitt í sjálfsölinu sem einhvers konar, ekki sem matur fyrir fólk held ég. Ég veit ekki, en allavega þú veist, ég man sko bróður minn, hann rakk veitingastæði og ég rætti svolítið við hann og fleiri og hann komst til niðurstu að takta matseli hrefnurnar út af því að þetta er svo eitrað. Þannig að þú veist, það er að nálgast þessi málefni og það er svo mikilvægt bara í öllum svona pólitískum málum sem náttúrulega er bara lífið sjálft, einri stór pólitík, að reyna að nálgast þetta út frá ólíkum forsendum sem að höfða til ólíkra aðila. Þannig að þú veist, þetta er svona, við skulum vona að þetta verði ekki haldið bara áfram með þetta í september, þú veist, eins og þessu bara fresta fram til september. Og ætti ekki að vera þannig eins og vorum að tala um náðan að ef þau eru að brjóta lög velferð dýra þá fá þau ekki aftur að veiða nema þau getur sýnt fram á að þau nái að standast lögin. Ég veit ekki hvernig það ætla að fara því, þú veist. Nei, mitt. Nota kannski geimskutlur eða eitthvað í staðan fyrir, ég veit ekki, þú veist, þetta er einhvern veginn bara, ekki bara hætt þessu, er þetta ekki bara orðið ágætt? Mér sýnist ekki neitt hafa svona gefið það eitthvað út að væri hægt að gera þetta án þess að brjóta dýravelferðarlög. Mér sýnist bara einu rökin fyrir því að halda þessu áfram væri bara þetta er eina leiðin til að gera þetta, en við þurfum að, þú veist, ég veit ekki hvort að fara eitthvað leikar að þetta, við höfum gert þetta svo lengi. Ég fagnar þér að búa stöðu þetta, ég legg til bara eitt risastórt hvalgleði partí á Austurvelli eitthvað. Það hljómar frábærlega, já. Við vorum að tala um áðan líka það sem búið í umræðinu núna undanfarna daga er að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að svona eskalera svolítið orðræðinu sína gagnvart útlendingum og innflytjendum og tala um að þau sé að setja svo mikið álag á kerfið að það sé að hrynja. Hvernig leggst þessi orðræða í þig? Mér er svona svolítið desperat og bara í raun og veru smjörklípa til þess að reyna að taka fókusin af neyðarástandi til með húsnæðismarkaði og bara neyðarástandi hjá svona hópum sem að í raun og veru
verða sífellt stærri sem að eiga erfitt með að bara lifa af í núverandi verðbólgu og síðan alltaf sko er einhvern veginn svona sturlunar ástand þar sem að við erum bara búin að ákveða að núna er sko við vorum með þessum bjargvætt síldina, álið og svo núna túristana og það er bara allt leyfilegt. Það er allt leyfilegt, þú veist, og ein ástæðan fyrir því að mikið vandamál allstaðar er að allur heimurinn er orðin algjörlega háður túristum, skyndi túristum, þú veist, koma bara og taka, þú veist, stuttan túr og og við erum með neðar ástand í umhverfismálum. Þetta rýmar ekki saman. Þú veist, ég bý beint á móti Reykjavíkurflugvelli og ég er með allar engaþoturnar beint fyrir fram mig, þú veist, mér langar svo, þú veist, svalirni minn eru velkomnar í aðgerðir, ef einhver vil koma og búa til bannera eða eitthvað skilur, þú veist, þá eru velkomin að koma. Ég er nú þegar með svona tíbeska fána sem svona svalar skjól, en sem sagt, þetta, ég skil ekki af hverju við, þú veist, kosningamálin snúist ekki neyðarástandið sem er í umhverfismálum, ég skil það ekki og þetta er bara smjörklípa. Þetta verður bara verra og verra og verra. Hver einasti dagur sem við lifum er besti dagurinn sem við erum noktum að lifa. Þannig við þurfum að trýta hann svolítið þannig. Og ég hef engar áhyggjur af því að þú veist þetta fara að vera eitthvað mainstream útlendingahattur. Ég meina hvað er ekki 25% Íslendinga útlendingar? Þetta er svolítið tapandi stríð. Þannig að þú veist þetta er kannski óttast að enginn vilja kjósa þá. Þannig að þú veist það eina sem maður getur gert er að einhver kemur með fáránlega svona smjörklípur er að búa til sterkari svona sögu til þess að hrífa fólk með sér, þú veist, í staðin fyrir að fara að reyna að tala til, þú veist, þegar fólk er orðið á kvöltistum, þá er ekki hægt að tala við það, þá þarf að fara sérstaklega svona af heilaþvottar meðferð, þú veist, bara að fara í meðferð, allt þetta, öll þessi sturlun sem við erum að sjá út af samfélagsmiðlum og svona bara nánast eins og svona andlegur hernaður gagnvart fólki að við þurfum bara að búa til betri sögur, við þurfum bara að búa til eitthvað sem fær fólk til þess að vera með ekki út af ótta heldur út af von. Ertu með einhverja ráðleggingar hvernig við getum gert það? Ég held að sko að engin ein manneskja hafi svörin við hvaða saga hrífur fólk, þú veist, fólk verður að trúa sögunni, þú veist, hvað er það sem, hver viljum við vera? Við lærðum náttúrulega mikið það í stjórnarskrárferlinu, við þurfum bara nýtt stjórnarskrárferli, þú veist, við fáum aldrei þessa nýja stjórnarskrá, það er bara búið, við verðum bara að viðurkenna, hún er orðin og gömul, við þurfum nýja þjóðfundi, við þurfum að hrífa þjóðuna með okkur, þú veist, og hvernig gerum við það? Með að tala við hana og hvað, kannski vill fólk geta sagt upp að þú veist hver það vill vera og hvernig samfélagið vill búi. Það var það sem heillaði mig svo við stjórnarskrárferlið. Það var ekki endilega teknokrasían bak við að heldur útkoman af þessu samtali fólk sem var mjög ólíkt og hafði ólíkan bakgrunn. Þannig að kannski getum við hvatt núverandi forseta til þess að bara taka að sér að búa til nýtt ferli. Væri það ekki einmitt svolítið svipa bara því síðasta? Þetta var Lawrence Lessig, lögfræðiprófessor. Við vorum að horfa á einna viðtöl við hann úr Kastljósi stutt eftir að stjórnarskráin var gerð. Væri það ekki bara, hann var að segja hvað þetta væri gott ferli. Væri fyrirmyndarferli sem var. Ferli var gott og það var líka fullt af hnökrum. Út því það var gert allt og hratt. Út því að þú veist, það sem gerist mjög oft hjá vinstra fólkinu. Út því að það er ekki nógu duglegt að komast til valda, að það ætlar að gera allt í einu. Í staðin fyrir að bara taka einhverja hluti sem það veit að kemur í gegn til þess að byggja á. Þú veist, ekki taka hluti sem að mun splitta þjóð í tvennt. Takið og gerir hluti sem fær fólk að vinna saman og byggja svo á því þegar það tekur ákvörðunni saman hei, þetta er næsta skref sem við viljum gera. Þú veist, og eina ástæðan fyrir því að Bjarni Ben og Kó, þú veist, það búið að vera svona bullandi, sullandi, ógeðsleg, bara svona undir alda af rasisma og útlendingahatri í Sjálfstæðisflokknum. Hvað svo oft munið eftir þegar Hönnu Birnu var hent út úr ráðundinu? Akkur var það? Hvað gerðist?
Hælisleitendur. Og hælisleitenda, já. Já, og veitti mjög grófan upplýsingar, veitti mjög persónulegar upplýsingar um viðkomandi fjölmiðla. Þú veist og það svona nánast eins og bara sé einhver álög á dómsmálaráðuneytinu og það kannski út af því að það alltaf einhver sjálfstæðismaður þar. Því að þetta lögreglu ráðuneytið og þetta ráðuneytið sem fer með útlendingamálin og það búið að vera að tala ógeðslega lengi að þurfa að laga útlendingastofnun og allt þetta og kannski það svona næsti hvalur sem við þurfum að taka. Það er bara ekki hana niður. Já, ég meina þú veist, það eitthvað sem við erum talað en þá þarf maður að vita hvað maður vill fá í staðinn þannig að maður búi ekki til eitthvað nákvæmlega eins, þú veist, því að þú veist það þarf að breyta, það rosalega mikið að breyta hugafari fólk sem vinnur sem opinberi starfsmenn. Ég sem betur ekki að þingi en ég get gagnrýnt opinberi starfsmenn og sagt að þú veist að viðhorf opinberi starfsmanna í þjónustumiðstöðum eins og Tryggingastofnun og Útlendingastofnun og Sjúkratryggingastofnun og allt þetta sem að fara með mjög viðkvæm mál. Það svo oft sem að fólk fær ömurlega þjónustu. Þú veist, við erum að borga fyrir þessa þjónustu með sköttunum okkar til þess að sjá viðkvæmasta fólkið okkar á neyðarstundu og þá hlýtur það að vera þannig að þeir sem eru að vinna í þessari vinnu að þeir eru að vera með þjónustulund þó svo þeir fá alveg fullt af óslega leiðilegu fólki. Ég meina þegar ég var að vinna í Hagkaup þá var markmiðið mér að láta alla fara brosandi að kassanum, skilur. Þú veist, þá var ég ömurleg vinna og vildi ég var í þjónustu. Tók það mjög háheilagt eins og allt róðum mitt sko. Viðmótið skiptir miklu máli ef þú komið inn sem innflytjandi eða hælisleitandi að það sé tekið svolítið vel á móti þér og svona. Og það þarf að gerast líka í hinastofnunum út í að þú veist að vera að etja saman fólkinu sem þeirra að fann í Tryggingastofnun og fólkinu sem fann í Útlendingastofnun. Þannig að við myndum laga viðmótið á báðum þessum stöðum og gera það sýnilegt. Þú veist, út í að ef við ætlum að vera með sturlaðan túrisma að það þurfi rosalega mikið innfluttu starfsfólki og það fólk sem að koma inn til að vinna í gegnum Schengen samstarfið sem að líka þýðir að Íslendingar þeir geta rölt yfir hvað sem í Evrópu og fara að vinna, super nice, skóla og alls konar. Það mjög margir Bretland rúslega sárið yfir að þú veist, þeir alveg bara svona fastir ég get ekki einu svona syngt til Evrópu og setjum á hausinn. Mér skrítið í þessari umræði sko, það talaði hælisleitendina og flotta fólk og það sé svo mikið af þeim sko, og sjálfstæðismenn alltaf taka á því og rosa harðið gegn því og mikið af fólki hrifið þessu segist vera sammála já það ómikið af innflytjendum og eitthvað en þú veist, erlenda vinnuaflið aðal þátturinn í þessu öllu hvað mikið af útlendingum á landinu og sjálfstæðismenn vilja það. Það náttúrulega ákveðin hópar af fólki sem að græðir á því útlendingaldur sér til staðar því þá verður þetta vinnuafl ódýrara. Því það fær ekki góða þjónustu, þekkir ekki réttindi sín, félagslega einangrað. Algjörlega og það líka svona eitt af stóra vandamálum við að vera Schengen ósað með svo mikið af farandverkafólki og það liggur í hlutarins eðli að farandverkafólk veit ekki hvernig á að ná í réttinn sinn, þú veist, eða þú bara stutt einhvers staðar. Þannig að þú veist að það svo margt sem hefur gerst sem að einhvern veginn allt sem á að halda utanum til þess að passa að þú veist að þeir eru með farandverkamenn að þá lækka þeir launin í löndunum sem eru að koma og það alveg sama í hvaða landið það þú veist, það bara svona mjög slæmur hringur sem þarf að laga á bara á Schengen svæðinu per se sko, þú veist. En eina góða fréttir sem ég tók eftir að sko Evrópusambandið var núna að í raun og veru gera mjög erfitt fyrir íslensk yfirvöld að beita Dyflinnarreglugerðinni. Það mjög gott. Það við misbeittu því alltaf eins og, já við megum ekki taka við þeim, þau eru komin hingað en þau komu fyrst í Grikklands. Það talaði um þetta sem við þyrftum að gera. Já, það bara algjörlega valkvætt. Algjörlega. Og en ég held að einhvern veginn sko ég reyndi á sínum tíma, ég var með svona nævisti þegar að koma að internetinu, svona alveg bara ok, þú veist, bara við munum all tengjast út allan heim og vera með svo mikið gott aðgengi upplýsingum og þú veist, ég með þessi tók þátt í að sko, eitthvað 96 eða 5 eða eitthvað voru að vinna í því að koma fjölmiðlum á internetið og litla fyrirtæki mitt sem að ég held ég hef aldrei fengið laun hjá því að við tókum þátt í að
hjálpa RÚV að fara með útsengar á netið og eitt sem við gerum með samstarfi Helgapóstinn. Þú veist bara í þessu af hugsjón, bara að koma þessu út svona mikið. Já, ég þjáist af hverju útúfnari svona idealisma. Já, sem mjög gott. Ég rosalega fegin, en ég hafði þá sem sagt ranghugmynd að ég hugsaði, ok, það er svo dýrt að prenta blöð, þannig að fólk fer á internetið og les ítarefni, en nú erum að posta svona einhverjum PDF-skjölum og eitthvað svona ítarefni á netinu, sko, þannig að fólk myndi lesa svona, allt sem að liggur á baki, ég er nú alltaf svona sem að er ekki hægt að prenta, en vá, hvað er rangt fyrir mér. En ég held eins og þau voru að tala sko, social media og allt þetta, hvað áhrif það hefur á samfélagið. Sko, fyrsta skrefið væri að fara í átak til þess að hvetja sko, íslensk fyrirtæki til þess að auglýsa ekki á Facebook til dæmis. Og auglýsingatekjur eins og fyrir kosningunana, bara ætlum að stjórnarflokkunum myndi bara taka ákvörðun. Við ætlum að auglýsa í íslenskum fjölmiðlum út í að íslenski fjölmiðlar eru undir högg að sækja. Og það þarf að fara í alls svona herferðir og það er spurning bara að búa til svona lista yfir 100 mál og bera þau undir marga og spyrja á hvað 3 mál eru mikilvægast að við gerum saman. Ég held að sko stóra vandamálið sem við stöndum frammi fyrir ég held að vera rosa gott að hafa ógeðslega marga flokka. Ég er ekkert viss það. Við erum með svo marga flokka og það þýðir að slagkrafturinn, það eru litlir og slagkrafturinn sem verður inn á þingi verður svo lítill út af því eru allir einhvern veginn að reyna að fá athygli fyrir sitt og fólk er ekki að vinna nægilega mikið saman. Það gengur allt út af einhvern veginn að búa sér til sína sérstöðu þannig að fólk kjósi mig hugsanlega. Og ég er ennþá á því að fyrir næstu kosningar að við ættum að taka Skandinavíu og okkur fyrirmyndir og búa til blokk. Þetta eru flokkarnir sem ætla að vinna saman, hér er það sem við ætlum að gera saman. Þannig að fólk viti hvað fær og það skiptir ekki máli hvort þú fær 3 eða 4 eða 5 eða 6 þingmenn. Það skiptir engu máli ef að málefnin skipta máli. Það er bara mín einlega skoðun eftir að hafa verið í 8 ár inn í þessari maskínu að þá held ég á svona það sem hugmyndir sem við höfum hvernig á að ná einhverju fram. Ég vil bara segja af unga fólki ekki vera búin að ekki láta þið segja ykkur hvað þið gera og hvernig þið gera það. Það þarf nýsköpunar hugsun. Fyrir mér var þingið svolítið bara eins og listrætt gjörningur. Það var gjörningur og ég gerði bara það sem ég sýndist. Ég var oft skömmu fyrir það, en ég náði alveg ótrúlega árangri. Ég er búin að ná ótrúlega mörgum lögum í gegn og ég var samt alltaf í stjórnarandstöðu. Þannig að bara hugsa út fyrir boxið. Það snýst málefnin, það snýst að ná raunverulegum árangri, ekki hvaða flokkur gerir það eða hvaða stjórnmálamaður gerir það. Og það er kannski þannig að hafa svona marga flokka, þetta býr til svolítið ranga hvata sem að fólk sem er mjög nálægt hvort þau eru í pólitíkina, það samt er í andstöðu og fer í það systematískt að berjast hvort annað. Togar upp alla. Núningur alltaf á milli sósíalista og pírata. Sem er úkslega. Ég náttúrulega ekki inn á Facebook lengur, þannig að en þegar ég datt inn á svona einhverja þræði og bara, krakkar. Já, þetta er alveg úþólandi, sko. Það er málefnalegur ágreiningurinn, við ættum að geta staðið saman fyrir lykilatriðum. Það ætti alveg að vera hægt að mynda einhverja svona ég horfi svolítið til svona þingmódelsins í Evrópusambandinu. Þetta eru allt saman mismunandi flokkar frá mismunandi stöðum, þeir hafa allir sína eigin stefnu, en hérna er blokkin sem við myndum saman. Og við getum komið okkur saman þessa hérna hluti. Og við sem hópur við ákveðum að við getum komið saman þetta og þetta og þetta, en ég ég vil gera þetta svona. Já, endur við. En já, svona blokkamynduna, hefur þú ykkur að skoðan að því, Birgitta, af hverju þetta er ekki að gerast á Íslandi, að það verði blokkamyndin? Af hverju er samfylkingin núna? Af hverju er hún ekki að leita mikið til píratana, til sósíalistana, til annara, til þess að mynda bara kosningabandalag? Ég veit ekki, ég myndi bara skora á Kristrúnu og fleiri og bara svona þá sem að er í fósfari fyrir flokkana allavega að byrja og setjast niður og ræða þetta og vera vel undirbúin.
Þú veist, við fengum rosa bátt fyrir að reyna að gera þetta á sinni tíma hjá Pírötum. En það voru mjög skýr myndin sem fólk hafði og ef að, þú veist, allir hefðu, ég var búin að tala við alla og allir voru búin að segja, þú veist, jú, þetta er cool, gerum þetta ári á áður. Þá kom ég með þessa hugmynd. En svo þegar honum var komið að þá voru ekki allir sem voru hrættir, það voru sumir hrættir við að segja að ég vildi ekki vinna með Sjálfstæðisflokknum. Þú veist, það er alltaf þessi sami aumingjaháttur. Og þetta er hann að kostningarnar 2017 eða ekki, eða hvað? Nei, fyrr. Fyrr, 16. Ég maður ekki, það rennur allt saman. Já, leiðilegt þetta sé svona með, já, við þurfum einhvern veginn að aðeins kannski meiri fullorðinspólitík, getur maður sagt það, þú veist, hætta þessu rugli, finna sameiginlega lausn og fara að vinna að árangri og koma sjálfstæðismönnum frá. Já, og ekki, þú veist, það sem þarf að gerast þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn svolítið eins og svona undirliggjandi, hann svolítið eins og svona COVID, það tekur rosalega langan tíma að losna við og líkamannum og svo getur svona blossað upp, þú veist, og og í raun og veru Sjálfstæðisflokkurinn ekki flokkur. Svo ég veitni orð Bjarna Ben þegar hann var að tala Pírata, þú veist, Píratar eru ekki flokkur og eitthvað. Og alltaf svona, þú veist, rosa weird, einhvern veginn umræða. Og ég held að sem það að gera það að breyta hugsunarhættinum. Þú veist, þessum hugsunarhætti, þessum íhaldssama hugsunarhætti. Við stöndum fram fyrir alveg gríðarlega stórum vandamálum. Þú veist, hvert einasta ár verður verra og verra. Og við kannski erum ekki upplifað sterkt hérna í Reykjavík og því að bara alltaf eins og við séum inn í skáp og svona mjög sérstakt. En það neyðarástand sem að allir þurfa að verða meðvitaðir og grípa til aðgerða og við getum gert miklu betur þar. Þannig þú veist, ég hef oft sagt þetta er ekkert nýtt. Ég alltaf hamraður sama, bara búin til narratív sem fólk getur orðið spennt fyrir, hættum að hugsa í svona þessum sömu breytum og við höfum alltaf gert. Og ég held með þess að gera þjóðfund sko út all land, ekki bara í Reykjavík. Hafa hverjum svona höfuðstað landshlutana og skapa umræðu, þú veist. Fólk þyrstir í að vera saman, þú veist, eftir COVID. Þetta er fullkomin tími, ég meina ég sjá bara heppnaðist rosalega vel hjá Kristrúnu að fara út all land að tala við fólk. Jóhanna Sig gerði þetta líka á sínum tíma og þannig að þetta er eitthvað að þú veist, pólitíkin sko aftengist mjög oft við til og með landsbyggðina, þú veist, og eina leiðin til þess að eiga samtal þú veist, og ræðum þessu hugmyndir ekki á samfélagsmiðlunum heldur, þú veist, með fólki og einhverju tónlistamenn, þú veist, mamma, þú veist, það var ég elskam þetta að það var eitthvað svona menningar og fræðslu samband alþýðunar MFA, það mætti gerna endur byggja það, þú veist, þá er einmitt sko tónlistamenn styrktir til þess að fara út á land og vinnustöðu velli heimili og halda tónleika í félagsheimilum og eitthvað svona og svo mikið af þessu sem að margt fólk saman horfið og bara allir, þú veist, að fara að eyða 500.000 í einhver svona Apple augmented reality glerugu út eða cool eða eitthvað, þú veist, í staðin fyrir að sjá fólkið sem að í kringum hann. Mæta á tónleika og mæta á menningarfundi. Það er rosa erfitt eða þú veist mikil áskorun að halda út í einhvers konar félagastarfi vegna þess að bara hreinlega allir eru svo ótrúlega uppteknir og það eru svo mikið norm eitthvað. Uppteknir við hvað? Bara eitthvað drasl. Exactly. Vinnu. Nei, ég meina skuttlengurum á milli staða. Málið það að alltaf þegar fólk segir, já, fátækt fólk, það getur ekki tekið þátt í hinu þessu, þú veist, ég hef verið fátæk eiginlega allt mitt líf, nema þegar ég var þingi, þú veist, þá hafði ég loksins stöðu og tekjur. Og ég hef, þú veist, verið einstætt foreldri, ég verið ekkja og með, þú veist, barn sem að mjög mikið á einhverjrófinu og sjálf á einhverjrófinu og aldrei passa neinstæðar inni og allt þetta og bara, þú veist, þurft ofta að vinna alveg brjálæðslega. Ég hef samt getað beitt mér fyrir hlutum. Það er engin, mér finnst þetta svona, þegar fólk segir þetta, mér finnst þetta nánast svona pínulítið svona vandleiting í þessu. Þú veist, að já,
fátæka fólkið, það getur ekki tekið þátt því að það að vinna svo mikið. En ég sem á skrifstofu og að vinna jafn mikið og vaska jafn mikið upp, þú veist, þetta snýst það. Ég held að millistéttin sé verst í þessu, sko. Að vera að fylla tímann sin upp með einhverju drasli og ekki... Allir að kaupa sér Teslur. Já, náttúrulega. Bjarga heiminum. Já, ég meina, getum við búið til svona límmiða, svona maga Æsland og sett á Tesla-bíla. Eða svona, ekki límið heldur svona ál sem hægt að taka af, þú veist. Þetta er alveg svolítið áhugavert með það, sko, hvað tæknin gerir mann upptekinn. Það sko, áður en klukkan eða vasaúrið var fundið upp, að þá ef þú ætlar að hitta einhvern, það var bara 1 tími yfir allan daginn sem þið gáttu gert það. Það var hádegi. Einmitt. Þá vitið þið báðir hvað klukkan er. En leiður komið klukku, vasaúr, að þá getið þið hist hvenær sem er og þú getur skipað miklu fleiri fundi yfir daginn. Og þegar það kemur eitthvað svona ný tækni, tölvan og allt hitt og tralala, að það þýðir ekki það að við erum bara fljótar að gera hluti, það er að við komum fleiru inn í daginn. Þannig við erum alltaf jafn uppteknari og rauninni meira upptekin að því við erum að gera miklu fleiri hluti. Og ég spyr sko tengdaforeldra mína hvað það saknar mest frá því þegar það var yngra. Og segir að það að í dag hefur engin tíma til að hittast. Nei, menn þegar ég var krakki eða úlingur, þá var allmest ekki sjónvarp á sumrin. Og það var ekki sjónvarp á 50-dögum. Það var æðislegt. Þú veist, það var alltaf eitthvað að gerast á 50-dögum. Þú veist, og þetta kom ekki fyrir en ég var 19 ára. Þú veist, þá allt í einu kom Stöð 2 og eyðilaði þetta. Og og þannig að þú veist, þá var rosa mikið að gerast á 50-dögum. Þú veist, það var bara kvöldið, þannig að tónleikar og þú veist, og fólk að hittast og eitthvað svona dótari. Alveg svo talum sko með hádegið, þú veist. Núna þá bara allir staðir sem er menning bara loka út af því að við viljum fá túristana og það alltaf dýrst að leigja menningarhúsnæði og sko að Gabrielleikhúsið farið, Tjarnarbíó svona að fara, Samhjálp getur ekki lengur verið með langtíma meðferðarúrræði og veist, þetta er einhvern veginn, við erum á svona sturluðu tímanum og við verðum að stoppa þetta, þú veist, og ég vil bara segja það, ég vil ekki fleiri túrista. Getum við ekki bara verið eins og Færeyjar sem eru mjög undrandi á okkur yfir hvað við viljum mikið að túristum. Þeir eru bara með að þeir loka Færeyjum einu svona ári, fá sjálfboðaliða sem þurfa að borga fyrir að koma og þrífa Færeyjar. Mér langar svo að fara og þrífa Færeyjar. Mér finnst mjög skemmtilegt að þau sögðu einmitt ástæðan fyrir að vera að þessu vegna þess að þau vildi ekki endur svo við. Og mér finnst að við ættum að taka þau til fyrirmyndar og segja að við viljum ekki endur svo við. Við erum eins og Færeyjar. Nei, bara setja takmark. Þetta er, þú veist, hvaða gagn er að þessu? Þú veist að hafa þetta svona mikið. Það er ekkert gagn að þessu. Almenningur er ekki beint að fá mikið fyrir sin skerf og fyrir það álag sem þetta situr á all kerfin okkar. Mér finnst eins og megi aldrei einhvern veginn setja hömlur á neitt í þessu landi. Það er alltaf bara einhver pólitísk rómöðuleiki. Þetta er minga gróðan hjá einhverjum. Erum við ekki bara svolítið eins og unglingur samfélag okkar, þú veist, við erum svona nýtt lýðræði, þú veist, við erum ekki ersta lýðræði í Evrópu eða eitthvað skilur, þú veist, koma án, fyrir að höfum við ekki á þingvöllum, allt kallar, þú veist, að kapitalistar síns tíma. Við erum svona ný rík, sko, við veitum ekkert hvað við erum að gera. Við erum að mörguleiti, og að maður ekki bent á þetta á svona svipuður ekki með lýðræði okkar eins og mjög mörg Afrikuríki sem að fengu sjálfstæð á svipuðum tíma, þú veist, og voru með öll kerfin frá öðru landi til þess að svona, þú veist, og svo bara allt í einu að planta einhverjum lokal inn í þessi kerfi sem voru svona höfðingisleikjur og og það er það sem við sitjum upp með, kerfi sem er búið til að höfðingisleikjum. Ég held reyndar að sko að eins og þetta, ef okkur finnst við vera með of mikið af túristum, sem ég hugsa sé alveg valið punktur. Það er ekki bara hér, það er bara allstar. Já, að það er rauninni þarf svo sem ekkert að setja sérstakar hömlur á það hversu margir geta komið. Þú getur svo sem bara sagt, eða sett hömlur á hversu mikið er hægt að auglýsa Ísland sem áfangastað. Það er ekki fara að virka á því, þú veist, hver einasti túristi sem setur flottar myndir á Íslandi á Insta eða eitthvað, þú veist, það er rosalega margir að koma til því, þú veist,
Þannig að sko vandamálið að neyðar ástand á leigumarkaði. Neyðar ástand. Og það eru sífellt að verða svo margir sem að þurfa að flýja heimili sín á þessu ári bara, þú veist, sem að munu sækjast í að komast í skjól, til og með í Evrópu. Og á meðan allt á hreyfingu, allir verða að fara, þú veist, til Berlín og fá sér berlinabollu og koma svo heim, þú veist, og húsnæði sem þeir taka og umhverfisborið ekki bara fluginu heldur öllu, þú veist, þú sóar svo miklu meira þegar þú ert að ferðast. Þú veist, við getum alveg sett takmörk, þannig að við getum byrjað að byggja út frá, þú veist, segjum 2 milljónir túrista á ári, þú veist, eða eitthvað svoleiðis, klísans. Þá vitum við hvað margir og þetta margir fara inn á þetta svæði. Þú veist, það fullt af löndum í heiminum sem að setja takmarkanir. Ekkert Airbnb. Barcelona stoppaði Airbnb, út á neyðarástand leigumarkaði, þú veist. Þannig að við þorum aldrei, við viljum bara allt og meðan eru þeir sem að hafa það skítast, sem fá minnsta þjónustu. Og þeir sjá bara rosalega skakkar fréttir af innflytjendum og flóttamönnum og þá búum við til kúltúrvor, skilur við. Þú veist, það verður ekki stöðvanum við lögum þar sem að undir. Það eitt við söguna, við þurfum að búa til öflugri sögur sem að getur svona hvatt fólk til þess að koma og taka meiri þátt og þannig. Og eins og þið voru að tala með klukkuna, þú veist að við fáum nýja uppfinningu og við höldum að það muni bæta líf okkar en kannski endar það þannig að við erum bara meira upptekin í staðinn fyrir að það spari tíma og það eins talað tækniframfarir og við segjum, bílinn núna getur brent minna bensinni þannig að hann meira efficient, þú veist, og við munum fá færri bíla. En það sem gerist að þú fær fleiri bíla þegar það meira efficient, við förum að nota meira þegar það ódýrara að keypa fleira. Þannig að við þurfum að búa til sögu og einhvern veginn ná saman og hvetja fólk. En við getum ekki verið eins og börn að lifa inn í sögu sem að samsvarar ekki raunveruleikanum. Og raunveruleikin sá að við getum ekki tekið endalaust á móti ferðamönnum. Við getum ekki endalaust leyft hagvöxt á þess sem á þessum forsendum sem hann í dag. Þannig að ég held að hef smá áhyggjur af þessu samtali sem þarf að eiga sér stað að horfa skýrt á raunveruleikan út af því í vistfræðinni raunveruleikin bara hryggalur. Og hann mun koma við okkur, þú veist, við höfum ekki fundið fyrir því ennþá. Þess vegna tökum við sýnum enga ábyrgð, ekki neina, þú veist. Við erum alltaf að tala að við getum verið eitthvað svona, þú veist, fyrirmynd á meðan að vera að svindla með, þú veist, og allt þetta með, ég var rosalega mikið á móti þessu kolefnis gjaldi og því vissi þetta yrði bara brask sem að kemur ljós þetta bara brask, þú veist, setjum bara, finnum leiðir til þess að setja skatt á þessi fyrirtæki sem að menga, skilur við, í staðan fyrir að sé verið svona að búa til nýjan kvóta, þú veist, ætlum við aldrei að læra reynslunni, þú veist, og við erum að horfa á svona gæja eins og Elon Musk og sem núna, þú veist, billjónirinn sem ég elska mest að vera pirruð yfir. Þeir eru búin að eyða ekki Twitter, heimili mitt, kveik í því með einhverjum nýnasistum og bara bottum sem eru ógíslegir gagnvart transfólki og þeir eru með þessi bílunir og líka Jeff Bezos að þeir eru að gera eitthvað svona græna hluti sko, en samt þeir með sömu svona hagnaðarkröfur hjá öllum fyrirtækjum þannig að þeir eru að gera eitthvað jákvæða hluti en þeir eru að brýta undir hagvöxt, meiri eyðslu og efnum og meiri þeir eru líka bara, þú veist sko, ef maður fer og skoðar onni þetta, þú veist, onni fyrirtæki eins og sem Musk með þú veist, hann býr til rosa góða sögum og hans snillingur sem hann bara ekki, hann bara algjör fokkin fáviti afsakið þetta má hann það fyrir ekki ég greip já, nei, það ekki bara með ráðum gert sem þessi kerfi eins og þessar útblásturheimildir og eitthvað eru gerðar eins og þær eru gerðar að þetta verður bara enn ein leiðin fyrir einhverja ríka kalláti heimi að græða pening er ekki bara kapitalismin að hijacka í rauninni einhverja umræðu umhverfisvernd og búa til einhvers konar gróða
tækifæri úr því. Svona því að það þykir vera óskinsamlegt að taka ákvörðun sem að atvinnureikendur eru á móti. Já, mér finnst í rauninni eins og samfélagslega umræðan komin miklu lengra heldur en pólitíkin nokkuð tímann þegar kemur að því að ræðum bara alls konar, eins og bara samfélagið, þú veist. Það er rosa flott til dæmis herferðin sem að Virk fór í þarna, er brjálað að gera. En þú veist, pólitíkin bara í vasanum á atvinnureikendum. Ég veit ekki sko, ég myndi kannski ekki taka undir þá orðræðu beint út af því, minnst hún svona, ég held að þetta sé meiri bara svona klíkumyndun, svona ættarboga myndun, þú veist, þetta er eiginlega bara svona, hér er þessi mafía og hérna er þessi mafía og þær eru að berjast þessa hluti frekar en svona bandarísku svona revolving door pælingin sko. Og þetta er eins og bara, þú veist, það eru svona heilu samfélaginu sem það eru bara sjálfstæðismenn hér eða bara framsóknarmenn hér og þú veist, og ég veit ekki, er einhver staður sem eru bara kommunistar eða þú veist, bara sósíalistar, bara sósíaldemókratar eða ég veit ekki. Vitið hvað mér finnst það vanti? Ég verð að segja það. Nú þið frá alls konar flokkum hérna. Getur unga fólki ekki búið til vinnuhóp til þess að sem að væri bara svona bogi yfir græni flokkurinn eða eitthvað, þið væri ekki að fara endilega fram sem græni flokkurinn, en þið myndu þrýsta á grænumálin út í að þú veist, það eru, þú veist, við erum ekki að fara að bjarga neinu með að banna plaströr eða eitthvað, þú veist, þið sjáuð, ég meina ég var endurvinnslu fasist í hérna, þú veist, ég skrifaði dóm, ég var að skrifa bíódóma, fór og sá hana Inconvenient Truth og var alveg svona endurvinna á hérna, taka málminn og síðan plastið, þetta var alveg svona sko, þetta var svakalegt og fekk til dæmis kendi VG og svona endurvinnslu aðferðir þegar ég var að vinna þar á sinni tíma sem vefstjóri og og eitthvað, alveg rosalega og svo bara fyrir ógeðislega mörgum ára síðan þá var ég á fyrirlestri svona aktivistum og það var eitt frá Indlandi, alveg stórkostlegur maður sem hefur verið að berjast gegn svona bauxite námum sem að bara rústa fjöllum með frumbyggjum á Indlandi og hann tók upp svona tetrapakk fernu og sagði, þú veist, ef einhver segir ykkur að þetta endurvinna þá að vera að plata ykkur og ég hef bara sett tetrapakk fernur alltaf beint í ruslið, þú veist, út í að þetta er ál, plast, pappír og það getur ekki verið gott að setja það í pappír út í að plast og álíði og ég er búin að segja þetta fullt af fólki sem þú veist, í stjórnmálum og alls konar, enginn hlusta á mig, þú veist fyrir en að heimildin fór og gerði þessa alvöru rannsóknarblaðamennsku við að komast í botn síru og ég meina ég og svona manneski, ég fór í strætó með fullan svartan plastbóka að pappír, þú veist, með tetrafernum áður en ég komst að þessu tetrapakk og þannig að það er svo margt sem að sko maður upplifir í samfélaginu, þú veist, það sem að svona, alltaf verið að slá ryki augun á okkur, þú veist, í staðin fyrir að við hamrum á því, þú veist, í staðin fyrir að endurvinna sem er eiginlega ekkert rosalega sniðugt að bara endurnota, þú veist. Ég eftir ég hætti að þengi þá tók ég ákvörðun að bara nú klára öll fötin mín, ég átti ekki mikið af fötum, það er svona safnast upp og ég hef keypt mér einn föt síðan ég hætti á Alþingi nema þú veist eitthvað nærbuxur eða eitthvað og bara út í að þú veist akkur ekki að nota það sem maður á, þú veist og ég held að þess væri bara mjög hollt fyrir alla og sem betur fyrir finn ég hjá svona Generation Setu miklu meiri tengingu við, þú veist það er ekki eins upptekin af eins og efnislega þú veist, upplifin miklu sterkar einhvern veginn að þetta er dagurinn, þetta er síðasti besti dagurinn í lífi mínu og sem er rosa gott viðhorf að hafa að þú veist við þurfum einhvern veginn að sem samfélag að þú veist að unga fólkið, það er alltaf hreyfiaflið, þú veist, og unga fólkið bara alls ekki nóg duglegt til með þess að mótmæla, bara þeir eru ógeðslega löt, ég verð bara að segja, unga fólkið, þú veist, hvað í fokkinum er að ykkur, þú veist, maður horfir á svona unglega hreyfingar, þú veist, til og með í Frakklandi,
það breytist aldrei neitt fyrir unga fólki kemur. Og þegar unga fólki kemur í mótmælin, þá vitað að það verði breytingar. Þannig að ég vil bara skora ungt fólk á Íslandi að vera bara miklu aktífara í að taka þátt í að máta samfélagið sitt. Þú veist, við sem erum eldri, ég get bara að tala fyrir sjálfa mig, en ég veit að við erum virkilega tilbúin til þess að miðla af okkar þekking og reynslu, þú veist, til þeirra sem vilja. Ég meina, þú veist, það ekkert rosalega flókið til þess að byrja með mótmæli. Það alveg súper einfalt. Þú veist, ég var nánast alein fyrir utan kínverska sendiráðið fyrst þegar ég var að mótmæla meðferðin á Tíbetbúum. Og reyndar fann ég Tíbetan á Íslandi, alla 5, og bauð þeim að koma og var líka spurði, þú veist, þetta menningarlega í lagi, þú veist, að ég fari og mótmæli fyrir ykkar hand. og svo voru bara, og gerðum svo mikið, þú veist, og það fór ekkert mikil tími í þetta, en þú veist, við náðum miklu árangri. Þetta ekki svo flókið, en kannski þetta sé bara ekki fólki tamt. Það var komin ágætis skriðþungi í bæði umræðuna og líka í mótmæli fyrir COVID, eins og þarna með skólaverkvöllin á föstudögum, Greta Thunberg var í fórsvari fyrir, og svo kom COVID og það bara einhvern veginn dettur alltaf svo mikið niður. Ná vonar að þetta sé að byggjast upp einmitt. Ég bara, þú veist, notið sumarið til þess að undirbúa óeirðir. Það raunveruleikin sá að jörðin á slæmri leið, við munum sjá verri og verri afleiðingar, þess að hvernig það var í Bandaríkjunum út á skógareldunum, þetta rétt að byrja. Þetta verður hrikalegt og mun gæta á endanum leitt til risavaxna hungursneiða og annað. Og það í rauninni bara þannig að við erum með kerfi, efnahagskerfi, valdabatteri af ýmsum toga sem að koma í veg fyrir að við gerum það sem við vitum að mun virka, venda betur náttúruna, stoppa jarðefna eldsneytin, þetta allt hægt og framtíðin sem við gætum fengið gæti verið brjálæðslega góð. Náum aðeins að stabilisa jörðina, nýta nýju tæknina í jákvæðu ljósi og það krefst þess bara að fólk rísi svolítið upp og stoppi þess að sérhagsmunni frá því að fara með okkur til helvitis. Ef unga fólki myndi leiðast aðeins meira, þá held ég að þau verða aðeins meira til í að mótmæla. Já, kannski, þú veist, í staðin fyrir að stöða orkuna til álverina eins og í kona fyrir stríð, þá mætti kannski bara stöða orkuna til Bitcoin námana. Og Netflix-serverana og tölvuleikja-serverana. Ég fantasera stundum það að þú veist, sæstrengurinn fari sundur, allt netið fari af. Þá kemur satellites. Já. Þannig að, þú veist... Það má láta sér dreyma. Já, nákvæmlega, það verður kannski ekki eins gaman, þú veist, að bindsa eitthvað, þú veist, rosalega svona... Það svolítið eins og junk food. Hvernig væri að vera ekkert internet á 50 dagum? Segðu, það var eitthvað. Á hverjum 50 degi leiðum við árabát og klippum þetta. Mér stöla það. Ég spurði nú í gríni formann geðheilbrigðisfélagsins hvað við getum gert til þess að stuðla betri andlegri vellíðan og hann sagði svona sem í djóki en samt ekki að bara taka rafmagnið af. Já, það svo gaman þegar rafmagnið fer af. Ég held að það myndi fara mjög vel með geðheilsunni fólki ef við myndum bara hittast einhvers staðar, þú veist, kveikja varðeld, sitja í hring. Ég held að það þurfi ekki meira, sko. Já, allir mest þannig að sem allar engaflugvöldinir eru Reykjavík-flugvellir. Þú veist, það er virkilega vantar svona varðeldastemningu það. Já, nákvæmlega. Stoppa þér. Ég held að í Reykjavík þeir borgi ekki einu svona gjaldið sem þeir borga fyrir stæðin er bara djók. Þetta er ódýrasti engaflugvöllur í heiminum eða eitthvað. Og þeir stöðvuðu, var það ekki í Hollandi? Og þá var stöðvað bara með mótmælum, sko. Það sem ég held að var rosalega gott fyrir fólk að fara að kynnast mótmælundum frá öðrum löndum. Það var það sem var svo mikið snilt þegar við vorum að skipuleggja Saving Iceland á sinni tíma. Við fengum aktivista allstaðar á heiminum, rosalega mikið Bretum líka. Og þeir, þú veist, þeir aktivistar kunna gera svona skemmtilegt. Þú veist, við byggum til karneval, þú veist, við byggum til risastóra svona, þú veist, úr paper mache, svona fígúrur, risastóna kolkrabba og eitthvað og þú veist, og svo vorum við anarkó, trúða og alls konar, þú veist, það var ógeðslega gaman, þú veist, hérna erum við alltaf, kann enginn að gera slagorð, þú veist, svona hrópa eitthvað svona, þú veist, og það er bara svona, þú veist, og ég svar það, ég er alltaf eina manneskja og þetta er alltaf svona út mér ógeðslega hátt svona heyr, og þú veist, og ég er alltaf eina manneskja með eitthvað svona viðbrögð
og svo byrjar fólk svona að vera með viðbrögð, þú veist, og svona hægt og bítandi, svolítið eins og manneskjan sem að fer fyrst á dansgólfi eða eitthvað og er tilbúin til að líta út eins og fáviti. Að sko, þú veist, getið þið ekki þessi nýja spennandi kynslóð, getið þið ekki please komið með einhverja nýjungar, þú veist, þetta er svo leiðinlegt. Maður á að vera ókurteis á mótmælum. Ég er svo peppað eitthvað núna. Ég er svo til í þetta. Ég held sko, það gleymist alveg mjög oft að það þarf að vera gaman. Mér finnst eins og allir svona hópar, aðgerðahópar sem að gera eitthvað, þeir eru svo rosalega vinnufókuseraðir, þú veist, jú, fólk vil ná árangur eitthvað, en þú veist, það sem gerist er að þeir fá enga með sér, það er ógeðslega leiðilegt alltaf. Alltaf ógeðslega alvarlegt og þú veist, og líka bara þetta allt saman, sko, þú veist, bara ef ég fer aftur, þú veist, ég er búin að vera svo mörgum fundum sem er, þú veist, þannig alls konar svona leiðilegis að tjá sig og ekkert flæði, það er bara svona alveg, þú veist, bara endalaus svona, þetta á að vera svona svona ólgu og eitthvað og það er bara svo mikið reglum að maður bara hjálp, hvernig komst ég inn á annan Excel-fund? Ég var bara tiltölulega nýlega, þá var ég í Berlín á ETUC Youth viðburði. ETUC er European Trade Union Congress, fór fyrir Aðeins Jung og það voru svona workshops og eitt þeirra var mótmæli sem ég ákvað að taka af því að ég vissi að ég myndi aldrei nýta þetta heima af því að heima fara stéttarfélög aldrei í verkföll. Nei, fyrir ekki skipuleggi aldrei mótmæli, það er ekki nógu kurteist. Það er ókurteist eða? Já. Jú, það er ókurteist, já. En já, þú veist, þarna komst maður bara að því hvernig þessi mótmælin sem þessi hópar er að skipuleggja úti, þeir eru ekki svona eins og við gerum heima. Heima er alltaf að reyna að bíða eftir rétta mómentinu til að fá fjöldan á Austurvöll og vera með svona nokkra ræður og þannig. En ég heyrði ekkert það módelana úti. Þar voru bara að tala að vera með eitthvað svona frumlegt, skilja skóna mína eftir á fyrir utan þinghúsið, vera með eitthvað svona afmælisveislu sem verðum að halda upp á 1 ár síðan eitthvað slæma ákvörðum var tekin eða eitthvað henni. Og svona var öll bælingin þarna. Og fyrir utan það að þarna úti þá virtist hugafæri vera mjög mikið þannig hjá stéttarfélögum að verkföllur er eitthvað sem við gerum til þess að knýja einhverja breytingu hjá atvinnurekendum og mótmælir eitthvað sem við skipuleggjum til að knýja einhverja breytingu hjá ríkisvaldinu. En heima þá skiljum við þetta bara eftir. Já, en þetta er einmitt skora bara á unglingahreyfinguna í ASÍ og þá sem eru eldri inn í félaginu að hýsa nú, gerðu þessu í brók og fara að gera eitthvað skemmtilegt. Hvernig verður að fara út í leiki? Ég held að það séu mótmæli í þessu leiðilega það var alveg gert á svona strít svona karneval, þú veist, það sem að var sko í raun og veru það var bara búið til reif á götunum, þú veist, þess að vekja athygli á einhverju og bara öllum fyrir stöðu með reifi, allir að dansa og eitthvað óslega gaman og allir í bílunum og eitthvað og það var ekki ballettskóli eitthvað nýlega að mótmæla fyrir utan á Austurvelli bara með því að dansa ballettana. Einmitt. Jú, ég heyrði því. Það er ekki ekki. En vitið hvað er stóra vandamálið? Með allt, þú veist, það er Facebook. Út í að ég er ekki á Facebook, þannig ég missa öllu. Jarðarförum, brúðkaupum, ammælum, fermingaveislum, þú veist bara að fullta fólki dautt og ég veit ekki af því, vinir mínir og eitthvað svona, þú veist í alvöru. Og dáið, látið, farið til himna eða eitthvað. Og sko það er ekkit viðbröðdaðatal. Þú veist, það er hvergi, ég get hvergi eins og gamla dag og opnaði maður eitthvað svona dagblað og þá svo var svona föstudagur og svo kom, þú veist, hvað var að gerast. Og það er hvergi svona, ég hvergi farið og séð hvað er að gerast. Og það vantar bara vefsíðu sem heldur utanum, sem að þú veist bara, fólk byrja að senda pósta til, þú veist, og einhver sem heldur utanum það. Og þannig væri til mis, væri mjög sniðugt til þess að stjórnmálaflokkurinn myndi taka sig til og styrkja svona verkefni. Þú veist, út í þetta tengi fólk saman. Ég vil ekki þurfa að fara til fucking Zuckerberg sem er að fara í einhverju jujutsu glímakeppni við Elon Musk. Og veist, ég vil ekki allar upplýsingar til með þessu mótmæli séu hýstar í Bandaríkjunum. Þú veist, og allt það. Þannig að þetta er svona að margt sem að þarf að gerast.
Ég ætla ekki að gera það. Ég bara, Vonandi að við í nýju kynslóðinni getum ítt þessa stað og vonandi einhvern veginn ítt undir meira á bætt menninguna í kringum þetta er mjög satt það sem þú segir. Já, og við þurfum líka að gera þetta gaman aftur held ég. Ég held að við erum búin að vera vandamann með að fá sjálfbúða aðala og ég held að bara gera þetta skemmtilegt er aðal áskorun okkar núna. algjörlega. Skemmtilegt með alvöru þrungnum undirtón, einhvern veginn, þú veist. Með raunveruleikanum í sjónmáli. Gera okkur grein fyrir raunveruleikanum. Ég hef rosalega miklu að trúa okkur, þú veist, í alvöru, ég hef rosalega miklu að trúa okkur. Ég er svo heppin að eiga ungmenni sem er Generation Z og það sem er svo áhugavert við þessa kynnslu er hún er svo rosalega svona fluid, þú veist, hún er ekki föst, ég hef aldrei svona séð heilan samfélagshóp sem að er eins tilbúin til þess að fara út fyrir normin og bóksin og allt þetta og mér finnst það alveg geðveikt heillandi og ég myndi, þú veist, það eru svo margir sem að segjast ekki fylgjast með samfélaginu, lesa ekki fréttir fyrir sálarheill og eitthvað svona og það er svolítið erfitt að rökræða fólk á mínum aldri, það eru svo fast í sínu, en ef við heyrum fólk segja þetta að endilega beitiði sjarma ykkar til þess að fá það til þess að fylgjast með bara kannski einn hlut, þú veist, sem það verður mjög upptekið af eða eitthvað svoleiðis. Því að, þú veist, maður á ekki að halda maður hafi leyfi til að búa í samfélagi og hvarta yfir því að sé eitthvað að því ef maður ekki tilbúin til þess að gera neitt til þess að breyta því. Þú veist, samfélagi er bara við. Þú veist, það er ekkit annað. Það er ekkit eitthvað svona dularfullt kerfi sem að koma himnum ofan með einhverjum aztekaguðum. Þannig að búið að selja okkur einstaklingsfrekvensi lausnin á gerðinu vandamálunum sem samfélagið einhvern veginn býr til. Þá áttu bara einhvern veginn að self-kera þig út í því með að kúpla þig út og ég ekki nota andlitsmaska. Kannski getum við með svolítið lækna heiminn og okkur sjálf á sama tíma með því að vinna mikið saman, hafa gaman. Kveikja varðhald. Kveikja varðhald. Sitja í hring. Já, ég meina, þú býður mér eftir ár með sama fólkinu og þá fáum við svona stöðuna og hvað þið eru búin að vera að bralla. Mér finnst mjög vel að það Birgitta Jónsdóttir. Takk hérlega fyrir að koma og spjalla við okkur í Unglega spjallinu. Og þið kæru hlustundur, takk fyrir að vera í fyrsta þætti Unglega spjallsins. Við sjáumst líklega eftir 2 vikur ímyndaði mér og við komum aftur með annan gest. Takk hérlega.